og ofbeldi elur af sér ofbeldi. Við þurfum ekki að vera hissa á ofbeldisöldunni. Við hverju bjuggumst við? Barn sem elst upp við að samfélagið sýnir því ekki annað en fullkomið skeytingarleysi og lítilsvirðingu. Hvernig getum við ætlast til þess að það barn vaxi úr grasi og finnist samfélagið eiga eitthvað inni hjá því? Barn sem aldrei mætir virðingu og samkennd, hvar á það að læra virðingu og samkennd? Ekki alls fyrir löngu stytti 14 ára stúlka sér aldur á heimili sínu í Kópavogi. Þetta var á laugardegi. Hún átti að fá inni á barna- og unglingageðdeildinni á mánudeginum. Viðurkennt var að hún væri í bráðri sjálfsvígshættu, en hún var send heim því það var ekki pláss fyrir hana á Bugl. Þetta er samfélagið sem við búum í. Samfélag þar sem veik börn eru send heim til sín til að deyja af því það er ekki pláss fyrir þau á sjúkrahúsinu. Finnst okkur það í lagi? Ekki löngu síðar var ákveðið að selja hlut þjóðarinnar í Íslandsbanka á brunaútsölu af því bara. Það var framkvæmt þannig að hringt var í helstu persónur og leikendur úr hruninu og þeim boðið að græða hellingspening yfir nótt því þau gætu jú selt hlutinn með stórgróða daginn eftir. Við það tækifæri ákvað þáverandi fjármálaráðherra að moka milljónum af almannafé í gegnum milliliði inn í sin eigin persónulega föðurarf. Afleiðingar þess fyrir hann voru þær að hann er í dag forsætisráðherra. Þetta er ekki spilling, þetta er gerspilling. Finnst okkur það í lagi? Það kann að hljóma eins og þessi tvö dæmi úr samfélagi okkar séu úr sitt hvori áttinni og hafi ekkert með hvort annað að gera. Svo er þó ekki að mínu mati. Þau sýna að mínum dómi glöggt hvað það er sem skiptir stjórnvöld máli, hvað þau setja á oddinn og hvað þau vanrækja. Við höfum á undanförnum vikum og mánuðum heyrt skelfilegar fréttir úr samfélagi okkar ofbeldis öldu sem dynur á okkur og við stöndum hljóð og úrræðalaus frammi fyrir hryllingnum. En við skulum hafa í huga að enginn þessara voða atburða gerðist í tómarúmi. Þeir áttu sér allir aðdraganda, það er saga á bakvið hvern og einn þeirra. Og sögurnar sem sagðar hafa verið eiga allar eitt sameiginlegt. Rauður þráður í gegnum þær allar er saga af kerfi sem brást. Af félagslegu öryggisneti sem greip ekki þá sem því var ætlað að grípa, af heilbrigðiskerfi sem ekki gat sinnt þeim sem til þess leituðu vegna manneklu og fjárskorts, af þrautagöngu á milli stofnana kerfisins uns eitthvað brast með voveiflegum afleiðingum. Finnst okkur það í lagi? Enginn þessar atburða þurfti að gerast. Allir eru þeir bein og fyrirsjáanleg afleiðing af því hvernig stjórnvöld hafa forgangsraðað undanfarna áratugi. Það liggur í hlutarins eðli að vanræksla og niðurbrot á félagslegum innviðum samfélagsins hlýtur að koma í hausinn á okkur. Hún kostar okkur ekki bara peninga, hún kostar mannslíf. Hún kostar sorg og þjáningu sem hefði mátt koma í veg fyrir með því einu að leggja meiri áherslu á að þjóna hagsmunum almennings heldur en hagsmunum fjármagnseiganda stóreignafólks og auðhringa. Þessar mundir alast 10.000 íslensk börn upp við fátækt. Að alast upp við fátækt er eins og að vera lagður í einelti af heilu þjóðfélagi. Þú færð ekki það sama og hinnir. Þú færð ekki nýju Air Jordan skóna sem bekkjafélagar þínir spóka sig í. Þú færð ekki 66 gráður norður flíspeysuna sem er í tísku og allir hinnir í bekknum ganga í. Þú færð lélegri jólagjafir en hinnir ef þú yfir höfuð færð eitthvað sem hægt er að kalla jól. Þú færð endalaust þau skilaboð frá umhverfið þínu að þú sért minna virði en hinnir, að þú eigir minna skilið en aðrir. Þér er ekki boðið í partíið. Einelti er ofbeldi og það hvernig við sem samfélag búum að þeim sem höllustum fæti standa meðal okkar er ekkert annað en hreinræktað samfélagslegt ofbeldi og ofbeldi elur af sér ofbeldi. Við þurfum ekki að vera hissa á ofbeldisöldunni. Við hverju bjuggumst við?
Barn sem elst upp við að samfélagið sýnir því ekki annað en fullkomið skeytingarleysi og lítilsvirðingu. Hvernig getum við ætlast til þess að það barn vaxi úr grasi og finnist samfélagið eiga eitthvað inni hjá því? Barn sem aldrei mætir virðingu og samkennd, hvar á það að læra virðingu og samkennd? Vera má að einhverjum virðist ég vera að mála skrattan á vegginn, margir hafið nú bara býsna gott á Íslandi. Jú, það er rétt. Margir hafa það ágætt. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þeim. Þeir hafa það fínt. Málið er að við dæmum ekki samfélag út frá því hvernig þeir hafa það sem hafa það best. Þeir sem hafa það best í löndum þar sem borgarastyrjöld geisar eða hungursneyð ríkir hafa yfirleitt yfir mjög litlu að kvarta. Líf þeirra segir okkur ekkert raunveruleikan í landinu. Við dæmum samfélag út frá því hvernig þeir hafa það sem hafa það verst. Og þeir sem hafa það verst á Íslandi eru fleiri og bágstaddari en hægrið getur horfst í augu við. Við þurfum að staldra við og rifja upp grunngildin sem við viljum byggja samfélag okkar á. Við leysum ekki okkar samfélagslegu vandamál með aðferðafræðinni sem skapaði þau. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af sauðunum 99 sem eru í Sauðabyrginu. Þeir eru óhultir. Það er þessi eini týndi sauður sem góði hirðirinn leggur allt í sölurnar til að finna og bjarga. Mitt grunngildi í lífinu er að leitast við að fylgja fordæmi góða hirðisins. Þessu grunngildi hef ég hvergi fundið betri samhljóm en í stefnu og hugsjónum sósíalista. Kosningarnar sem nú fara í hönd verða að mínu mati að snúast grunngildi. Það hvort við viljum breyta stefnunni, breyta forgangsröðuninni eða hvort við viljum halda áfram á þeirri braut sem við höfum verið á undanfarna áratugi. Hvort við viljum finna týnda sauðinn eða hvort við viljum gefa skít í hann. Afstaða sósíalista er skýr. Við höfum verið á villigötum allt of lengi. Félagslegu innviðirnir okkar hafa verið veiktir og holaðir að innan svo mikið að það þarf stór átak til að efla þá og treysta til að þeir hrynji ekki yfir hausinn á okkur. Illu heilli benda skoðanakannanir til þess að þið pólitíska litróf á Alþingi eftir þessar kosningar gæti spannað allt frá hægri krötum yfir í öfgahægri þjóðernissinna. Það má ekki gerast. Það er uppskriftað enn alvarlegra hruni en því sem var 2008. Það er uppskriftað samfélagslegu hruni þar sem grunngildum samkenndar og mannúðar er fórnað á altari gróðadýrkunar og auðvalds dekurs. Öfugt við það sem alltaf var haldið fram, þá er þetta ekki allt að koma. Þetta er allt að fara. Grunngildin sem við viljum byggja samfélag okkar á eru að renna okkur úr greipum eins og sandur á milli fingra okkar. Það verður að stöðva. Þess vegna er nauðsynlegt lýðræði og mannúð í þessu landi að sósíalistum verði tryggður þingflokkur í þessum kosningum. Sósíalistar munu aldrei hvika frá grunngildum sínum mannúð, réttlæti og jöfnuð. Sósíalistaflokkur Íslands er eini raunverulegi valkosturinn til vinstri.